ásamt þjóni sínum Passepartout. Þeir eru nú á leið til San Francisco á skipinu Grant hershöfðingi. Út á tilfærinu rákust þeir á Fix leynilögreglumann, en Fix var svo niðursokkin í eigin hugsanir að hann tók ekki einu sinni eftir þeim. Já, hérna, sagði herra Fogg. Ég skil ekki af hverju þessi undarlegi maður er alltaf á hælum okkar. Ég held ég viti hvers vegna hann elt okkur, sagði Passepartout. Og hver er þá skýringin, spurði herra Fogg. Hann er í þjónustu mannana sem þú veðjaði við í London. Þeir hafa ráðið hann til að elta okkur. En Fogg átti bágt með að trúa því. Þeir snéru við til að leita að herra Fix. Þeir fundu hann loks í vélarúminu þar sem hann var á tali við yfir vélstjóran. Fogg og Passepartout földu sig á bak við ketil. Þeir sáu að herra Fix dró peningaseðil upp úr veski sínu. Hann lét yfir vélstjóran hafa hann og hvarf svo á braut. Jæja, hvað heldurðu nú? Spurði herra Fogg þjón sinn. Þetta er alveg augljóst, svaraði hann. Herra Fix hefur mútað vélstjóranum til að sigla hægar. Hann hefur fengið þá fyrirskipun frá Lundúnaklúbbnum þínum í þeim tilgangi að þú tapaði veðmálinu. Herra Fogg var á báðum áttum. Ég verða að komast að sannleikanum, sagði hann. Þeir yfirgáfu felustað sinn og herra Fogg sagði yfir vélstjóranum frá grunsemdum þjóns síns. Yfir vélstjórin hló. Það er nú eitthvað annað, sagði hann. Maðurinn gaf mér ekki peninga til að sigla hægar, heldur hraðar. Af einhverjum ástæðum vill hann komast sem allra fyrst til San Francisco. En Passepartout gat ekki varist þeirri hugsun að hér væru samt einhverjir maðkar í misunni. Herra Fogg átti að hitta áhótu í matsalnum, en Passepartout fór til klefa herra Fix. Hann opnaði dyrnar varlega, læddist að herra Fix og sá skjalið sem hann var að lesa. Heimil til að handtaka Phileas Fogg fyrir bankarán. Þetta er lygi, hrópaði Passepartout. Ó, ert það þú, sagði Fix. Það kemur þér greinilega óvart að hinn byggðum prýddi herra Foggvin er í raun og veru bankaræningi. Ég á að handtaka hann, en þar sem hann er breskur ríkisborgari get ég aðeins gert það á bresku yfirráðasvæði. Þetta er haugalygi, hrópaði Passepartout og hljóp öskurauður út úr klefanum. Herra Fogg og áhóta voru í besta skapi og fögnuðu honum vel. Við vorum að tala um að halda mikla hátíð þegar við komum aftur til Lundúna, sagði herra Fogg, og Passepartout hafði ekki brjóst í sér til að valda honum vonbrigðum, svo hann ákvaði að segja ekki orð um handtökuheimildina, en skálaði við þau fyrir góðum endi á ferðalagi þeirra umhverfis jörðina. Og brátt lagðist Grant hershöfðingi að höfn í San Francisco. Passepartout var svo glaður yfir því að stíga loks fæti á ameríska grund að hann dansaði niður fiskna landgöngubrúna. Hann kom auga á kúreka sem hlóað aðförum hans. Mikið er ánægilegt að hitta þig, Kalli, sagði Passepartout við kúrekan. Ég heiti Jói, svaraði kúrekin. Allt í lagi, Jói, sagði Passepartout. Geturðu fylgt mér til verslunar þar sem ég get keypt hentugan útbúnað? Við ætlum að ferðast Ameríku þvera og endilanga. Þú fær líka eitthvað fyrir þinn snúð. Kúrekin samþykti að fylgja honum. Herra Fogg fylgdi áhótu á hótel, en hún var þreytt eftir svo langa sjóferð. Sjálfur fékk hann sér gönguferð borgina. Fix eldan. Hann óttaðist að bankaræningin reyndi að flýja. Hann vildi að Fogg kæmist eins fljótt til Englands og und væri svo hann geti handtekið hann þar. En Fogg hafði ekki hugmynd þær áætlanir ferðafélaga síns. Hann hélt að Fix væri kaupsýslumaður. Á veggjum hékk fjöldi auglýsingaspjalda. 2 menn deildu hart undir einu þeirra. Við ættum ekki að blanda okkur í þetta, herra Fogg, sagði Fix. Það er víst rétt hjá þér, sagði herra Fogg. Annar mannanna skók samt nefan framan í herra Fogg og ef Fix hefði ekki skýlt honum hefði maðurinn komið slæmu höggi á hann. Kana blók, sagði herra Fogg fyrirlitlega. Englendingsbulla, svaraði árásamadurinn. Ég sé þig seinna, hrópaði herra Fogg. Ég er til viðtals hvena sem er, svaraði hinn. Hvað heitir þú? Phileas Fogg, og hver er þú? Stamp, orfusti. Skömmu síðar rákust þeir á Passepartout sem bölvaði hressilega. Þessi fjárans Jói, hann hljóp á brott með alla peningana fyrir útbúnaðinum okkar.
Fall er fararheill, sagði herra Fogg. Þeir fóru á veitingastað, en Passepartout nam staðar í dyrunum. Þar inni sat Jói við skinkinn og var að monta sig með nýju byssuna sína. Þetta er hann, hrópaði Passepartout. Hann gekk til kúrekans og þreif af honum byssuna. Jói bölvaði. Fogg leit á byssuna sem Jói hafði keypt sér fyrir stolnu peningana. Við ættum að geta skipt á henni og góðum útbúnaði. Gestirnir vörpuðu öndinni léttar og ferðalangarnir 3 fengu sér kaffisopa í ró og næði. Næsta dag héldu þeir áfram með Kyrrahafslestinni. Hún þaut í gegnum Nevada. Ferðalangarnir komu sér þægilega fyrir í klefa sínum og virtu landslagið fyrir sér. Víðáttu mikla sléttur og fjöll í fjarska. Klukkan 3 síðdegis kom Babb í bátinn. Vísundahjörð stóð á brautarteinunum og lestin varð að nema staðar. Phileas Fogg sat rólegur í sæti sínu. Hann vildi bíða þess að vísundarnir hyrfu af sjálfsdáðum, en Passepartout var reiður yfir töfinni. Þvílíkt land, sagði hann. Hér leyfist uxum greinilega að tefja lestir, en bíðiði nú bara hæg. Hann fór út úr lestinni og hljópað forystu tarfinum. Hann reyndi að lokka hann burt af teinunum með því að veifa framan í hann rauðri dulu. Tarfurinn virti hann rólega fyrir sér. Áfram með þig, hrópaði Passepartout, og tarfurinn virtist skilja hann því hann gerði nú snarpa árás. Passepartout flýði upp í tré. Tarfurinn fnæsti og krafsaði í jörðina. Hann virtist tilbúinn til að bíða þess að Passepartout kæmi niður aftur úr tréinu. Herra Fogg hafði fylgst með hrakförum þjónsins. Hann dró rauðan vasaklút upp úr ferðatöskunni. Ef mér tekst að lokka forystu tarfin í hina áttina getur lestin haldið áfram, sagði herra Fogg við áhótu, og þá getur Passepartout komið aftur niður úr háaloftunum. Fogg stökk af lestinni og gekk til forystu tarfsins, sem beið eftir að Passepartout kæmi niður úr trénu. Dýrið leit grunnsemdar augum á Fogg, sem hélt sig í hæfilegri fjarlægð og veifaði rauðu dulunni eins og þau læfðu nautabanni. Vísundurinn fnæsti og stökk svo í áttina til hans. Síðan fylgdi öll hjörðin á eftir honum og leiðin var nú aftur greið fyrir lestina. Þegar síðasti vísundurinn var horfinn af teinunum, klifraði Passepartout niður úr trénu. Hann steig stoltur borð í lestina, eins og hann hefði sjálfur komið hjörðinni af teinunum. Hugmyndin var góð, en aðferðin var því miður ekki nógu hentug, sagði herra Fogg þjónn hans tók sér sæti í klefanum. Kyrrahafslestin hélt nú áfram ferð sinni í átt til Utah.